Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum núna með dökkan bakgrunn og við erum mjög hrifnir á honum. Við erum líka hrifnir og hrifnari auðvitað því sem við ætlum að fara að heyra. Þannig að það sem við erum að eltast við meira en nokkuð annað og okkur líka vel við að heyra Guðs orð og við fáum ekki nóg af Guðs orði og hvernig ættum við svo sem að geta það sem að segist elska, tigna og lofa lifandi Guð, við heiðrum hann. Við hljótum því að hafa nokkurn áhuga á því hvað hann hefur að segja. Þess vegna stuðlum við að því að við fáum meira af Guðs orði heldur að minna og við auðvitað leggjum okkur fram að vera þar sem það flutt í það. Það nú svona alltaf ákveðin drifkraftur í því að allavega vilja koma. Það líka heilmikill drifkraftur fyrir hann og hana sem að stendur að ef einhver vill nú koma. Ekki svo að skilja að það standa og falli með því, það getur vel verið að gera það í einhverju tilvikum. En hjá sömu fólki þá bara Guðsvitundin orðin svo sterk að jú, það alltaf skemmtilegra en skiptir engu máli. Þetta bara stefnan, þetta bara strikið, þetta bara vegurinn sem viðkomandi einstaklingur, hvort sem það ég eða þú, höfum valið að ganga eftir. Við erum ekki einir á þessum vegi. Við erum með Jesús með okkur og stundum líka margt eða fátt fólk með. En einnig það skiptir okkur ekki máli vegna þess að við erum dánir öllum slíkum hugsunum og gerum og segjumst gera vilja lifandi Guð og líka gerum hann. Já, vinir og vinkona, ég og þú, við göngum með Jesú, gönguna hans, en bjóðum að sjálfsögðu öllum systkinum okkar að vera með. En þau, hvert og eitt, taka síðan ákvörðun. Þau gera það ekki til að þóknast mér eða þér, nei, þau gera það vegna þess að þau vilja þóknast trú sinni. Og það merkilega hugsun að vilja þóknast trú sinni. Þannig að við sjáum að hvatningin mín og þín og okkar þessa kristnu manna, hvort sem við erum predikarar eða kennarar eða hvað sem við erum, hún hlýtur alltaf að miðast við það að fólk haldi áfram, fólk vilji vera á veginu sem Drottinn með stefnuna og gengur sjálfur eftir. Og hvatningin hlýtur því alltaf að vera hún, komiði upp á veginn, verið á veginum, gangið með Kristi. Við leggjum ekki dóm á neitt sem að fólk segir og ekki heldur á letið þeirra, en við segjum og megum auðvitað alveg segja að leti sé löstur. Það held ég að þau eru nú ekki miklar útskýringar við til að menn taki undir beinlínis, ég rekna með því. Leti með þeim annmörkum að hún áorkar engu. Þar sem að leti ræður húsum og ríður húsum, hvað sérðu? Þökin byrja að slúta. Og séu þetta griparhús og útuhús, þá sérðu að þau eru farin að svigna miðjuna. Hefur séð það? Ég veit það ekki, en ég hef séð það. Og það oftast nær af slæglegu viðhaldi, oft svo sem fjármagnsleysi og eða bara hreinni leti. Það bara heilmikið mál að halda við þessum kofum. Og það verður aldrei gert nema með höndum eiganda sinna
og hinna sem að standa. Hann, eigandinn, þarf semst að koma þá með fólk til þess að gera verkið. Ef hann getur það ekki einhverju hluta vegna, getur svo sem margt spilað inn í. En hann þarf semst að sjá þetta. Eins með Drottinn. Hann keypti mig og hann keypti þig dýru verði. Orðið segir sjálft að við séum því eign hans. Hann því sér allt sem þarf til þess að við getum gengið þessa göngu, gert verkin okkar í okkar köllun, því að köllunin er gjöf frá Guði, og hann síðan sér að þú getur sinnt í. Hann hvetur þig, hann áréttar við þig, en skipar þér aldrei. Og hann er ekki eins og ég og þú, förum í fílu ef að menn ger ekki þessu við biðjum þá Hann er ekki þannig. En líklega samt hryggir það hjartans, sem er annað mál. En ég veit að hann gleðst mikið til gleði þegar við rísum á fætur og hristum á okkur letin og drungan og byrjum að gera við, segjum, þetta svignandi þak og setjum undir það stoðir til þess að utanfrá sé það nú orðið nokkuð svona beint, það er hægt. Og þannig hefst viðgerðin á þessu gamla fjárhúsi sem ef við viljum getum gert eins og nýtt og eins og að var til að byrja með. Þannig við sjáum að verkið er nú töluvert áður en að þeirri stund kemur, en sumir fara alla þessa leið og klára þetta verk og svo eru aðrir hyggnari auðvitað. Þeir láta aldrei eignir sínar fara með þessum hætti. Þeir eru með viðhald, þeir eru með eftirlit og þeir gera alltaf einhvað kannski á hverju vori eftir veturinn og svo bara halda þeir sér þar. Þannig að auðvitað náttúrulega tekur tímans tönn allt sem við gerum. En ef þú og ég og við erum passasum með þetta sem við eigum, á endist það nú býsna lengi, skal ég segja þér. En ef við gerum ekkert, þá náttúrulega bara eyðileggst það og gerist á aldeilis ekki mörgum árum. Allt þetta má merkja heimfæra upp á trúna. Við þurfum að stunda hana viðhaldinni og til að vera örugg, þá gerum við það á hverjum degi. Gerum eitthvað á hverjum degi. Þannig að trúin mín og trúin þín, vegna þess að við elskum Drottinn of mikið, er alltaf í toppstandi, ef svo má segja. Og hver vill ekki að sitt sé alltaf í toppstandi? Það er bara mjög góð staða. En allt er þetta í minni hendi og þinni. Og hvatningin og ræðan þarf að miðast við þessa hvatningu, þarf að halda vitundinu vakandi eigin þátt í trúnni. Þeir sem að segja við þurfum ekkert að gera, en útskýr ekki mál sitt eins og þarf, eru með háskalega kenningu. Það sem að þeir eiga við, ég rekna nú alveg fastlega með því að sé, þá eru þeir að tala verkið á krossinum. Það er fullkomið. Engu verður viðbætt þar. Það er fullkomið, það er handa ófullkominu manneskju, takt eftir hvað ég segi, ófullkominu manneskju, og nú beinast öll prikað mér, fingurprikin. Ég er maðurinn sem þarf að gera, þarf að vita, eiga til skilning og framkvæma það sem má verða trúnni minni til gagns, sem ég þarf að vera með meðvitaður að sé. Og við vitum alveg
hvernig við virkjum og viðhöldum trúnni okkar. Við gerum það með því að vera á þessum vegi sem við vorum að tala um og við bara göngum þennan veg, við erum ekkert að fara neina aðra vegi svona strangt til tekið. Akkur förum við ekki aðra vegi líka, en ekki gaman að prófa eitthvað annað, mátt prófa allt. Þetta er allt spurningum hvaða ákvörðun þú tekur með kæri vinur. Svoleiðis er það. En ég og þú og við höfum mögulegast nógu mikla visku til að vera bara þar. Glíma þar. Leyfa honum sem við heldur í okkar hönd hafa áhyggjurnar með okkur. Því hann vill það. Og meira, hann vill auðvitað taka frá okkur bara þannig við séum ekkert að drattast með þær. En við þetta veiklundaða fólk sækjum nú svolítið í þessa kistu sem heita áhyggjur og tosum þar upp alls konar sem við límum við okkur og við erum því lengur en við vildum sjálf full af áhyggjum sem Drottinn segir að við þurfum ekkert að hafa. Hvað segir hann? Lykilorð eins og ég mun vel fyrir sjá. En til þess að ná og fatta þessi skilaboð þurfum við að eiga virka trú í okkar hjarta sem helst virk og í toppstandi að þegar við rækjum hana, við ræktum hana, við örfum hana, við fóðurum hana. Og við veitum alveg hvaða fóður þarf til þess að hún haldi velli og styrk. Það heitir Guðs orð. Það heitir eftirfylgni við Jesús. Það heitir samfélagi við annað trúað fólk. Það heitir þetta allt. Þannig við þurfum að gera þetta allt sem að trúin er að kalla eftir. Og það er eitt sem kemur af reynslunni. Þannig það er alltaf akkur í hvort sem er fyrir mig að þig að eignast reynslu í trúnni á Jesú Krist. Trúin og reynslan starfar saman. Trúin og verkin í trúnni gefur mér reynsluna. Núna veit ég miklu meira gegnum mína reynslu af trúarverkunum hver Kristur er og hvað ætlast til af mér sem trúaðir manneskju og hvað ætlast til af mér. Númer 1, 2 og 3 að ég elski lifandi Jesú Krist. Það fyrst og fremst sóst eftir því frá heiðum. Þarna erum við aftur komin að einhverju sem að kannski að kennslan hefur ruglað menn í ríminu um. Við þurfum að gera alls konar verk. En Drottinn talar um eitt verk. Mundu það? Hann segir að það er verk að trúa á mig. Þannig að þú sem trúir, en gerir ekkert neina stóra hluti í verkum og þú ert hólpinn. Af hverju segi ég það? Sumir eru þannig séð líkamlega vanhæfir að þeir eiga í erfiðleikum með að gera alls konar verk og sumir eru svo líkamlega vanhæfir að þeir geta í raun ekkert gert nema bara legið. Við vitum að þetta eru hinir lömuðu og við vitum að þeir eru fleiri en 1 og fleiri en 2. Og maður getur auðvitað sagt því miður þá er það nú þannig. Þannig að við sjáum að verkin svona sem við getum gert er aldeilis ekki þeim megin línu. Er þetta að útiloka fólk? Ég spyr þig. Þó að manneskjan sé hreyfi hömluð svo nánast
allur líkaminn bara liggur kyrr, getur dælt í þessu hjarta hungur til lifandi Guðs, hungur til Jesús. Og hvað segir Drottinn? Þú ert hólpin manneskja. Með öðrum orðum, hólpin þarna merkir, hei, þú ert á leiðinni til ríkis Guðs á himnum. Verkið þarna, þessi manneskja, hvort sem kallaða kona, þarf að viðhalda þessu í sínu hjarta að trúa á Jesú. Það gildir alveg sama með hana og okkur öll að við verðum að trúa á Jesú. Hann segir það, trúið á Jesú, trúið á mig, segir hann á einu stað. Og svona ykkur að segja, það getur vel verið að ég fari ekki rétt með, jú, ég held ég sé örugglega að fara rétt með, að þetta er það eina sem hann í raun og veru segir sem gilt verk. Ef það ekki að gera um að trúa. Við eigum, ég veit ekki hvað við eigum að gera. Ég veit allavega að við eigum að trúa á Jesú. Hann segir okkur að gefa ölmustu gjafir. Ég veit ekki hvort að í þessu felist einhver svona óbein skipun, hann reynda skipar engum neitt. Ég tek það ég nú ekki þannig. Ég held það að allt svona sé bara val mitt að gera eða gera ekki. En þó ég kannski sé ekki að gera þetta, þá trúi ég í hjarta mínu á Jesú, á kraft hans, mátt og megin. Önnur verk auðvitað sprottin af kærleika þeim sem trúin að gefa okkur. En hún þó af öðrum toga, hún auðvitað gleður hjarta vort, og hún gleður, trúi ég, líka hjarta lifandi Guðs. Og hún svona að því leyti til verðlaunin í líf okkar, en hvort að það gildi í raun og veru þegar við komum að þeirri stund að allt verður gert upp og mönnum skipt til hægri og vinstri. Til hægri segjum að það sé til Jesús, til vinstri ekki þar. Ég bara veit það ekki. En ég segi það, en trúarhjarta, það blasir við honum sem þessu stýrir. Hann trúir á Jesús og hann fer til hægri, segjum það. Verkin fylgjónum. Og hver þessi verk? Ég trúi á Jesú. Og ég segi og kalla hann Drottinn mér til vitnis, það verk að trúa á Jesús. Þannig við sjáum alveg á hvað við þurfum að leggja áherslu. Fyrst kemur trúin, svo kemur allt hitt. Og hann segir þetta með öðrum orðum og öðrum stað, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Og hvað fær mér til þess að leita ríki hans og réttlætis? Orðið Jesús. Ekki allar ölmusugjafirnar mínar. Og frábær hjálparverk við alls konar fólk sem þetta bara bónus þá svona prívat fyrir mig. En vöxturinn kemur allur af því að þú ert að rækja samfélagið við prívat við lifandi Guð. Þaðan kemur allur þinn og minn trúar vöxtur. Hann ekki annar stað. Hann hins vegar hefur áhrif. Hann hefur áhrif
vegna þess af þessum trúarvexti magnast upp í okkur kærleikurinn. Og kærleikurinn blínir alltaf á fólkið í kring. Sér aumur á fólkinu í kring. Við sjáum mynd af þessu og margar myndir. Við skulum taka myndina af þar sem að Kristur var, eða hvort að var hann ekki þegar hann fór eitthvað afsíðist og það kom fullt af fólki eftir honum. Hann vildi vera einn en hann gat nú sjaldan verið einn. Og hann sá hópa fólki og hann kenndi í brjóstum þetta fólk vegna þess að hann var að horfa á umkomulaust fólk sem að vantaði alla leiðsögn, hafði enga leiðtoga. Þannig að hann steig inn í það mál og varð auðvitað þessi leiðtogi sem hann í þessum hópi. Þarna sjáum við kærleika að verki sem kemur í hjarta mitt og þitt að því ég að rækja mitt samfélag við Jesú Krist. Hann segir að það sé fullgilt verk að trúa á sig. Trúa á Jesú. Já, við vorum að tala um það áðan og ég held ég sé að fara með rétt mál að það í raun og veru það eina verk sem hann í raun og veru að bjóða. Getur verið að ég fari ekki rétt með, jú, ég held ég sé örugglega að fara með rétt. Hann talar með beinum hætti þetta verk, eina verk, að trúa. Isman, þetta nú bara létt. Já, ég spyr þig, þetta létt? Akkur ertu alltaf með undanskot og akkur ertu alltaf á leiðinni frá? Akkur ertu þú alltaf að hugsa það að þú vilji bara fara frá þessu og fara að gera eitthvað annað? Akkur ertu þú alltaf að hugsa það ef þetta svona rosalega létt, þetta eina atrið að trúa á Jesú? Ekki niðurstaðan svo, og þetta ekkert svo létt verk. En við getum haldið þessu við að því að trúin þó komin það ofarlega í hjartan okkar að við vitum að dagleg ástundun það eina sem gildir. Þannig að þú sem segir maður það nú ekki alltaf að vera í þessu Jesú ert að tala bábilju. Og Drottinn vill ekki að við tölum bábilju, heldur að við segjum bara sjálfum okkur og öðrum auðvitað sannleikan. Þannig að við sjáum alveg hverjar áherslurnar séð með augum lifandi Guðs. Hún Jesús. Hún trúin á Jesús. Og hann beinir öllum sínum fingurum að mér og segir, Konráð, trú þú á Jesú. Leyfðu honum að skapa í þér trúna og vittu til hvað hún síðan færir þig. Já, kannski sé ég hóp manna sem mér finnst svona umkomulaust fólk. Það áttavilt. Það veit ekki í hvort fótinn það á að stíga. Það leitar, grefst eftir, en finnur ekki. Og þegar ástandi svoleiðis hjá fólki, fullyrði ég að því líður ekki vel. Að því að manninum gefið að vita hvert hann stefni. Allt stefnuleysi og hikuð að taka ákvörðun fyrir illa með alla menn. Það var þetta í raun og veru sem hann var að horfa á. Þegar allt þetta fólk kom til hans, hann vissi að það var í raun og veru að leita leiðsagnar. Og það var heppið þar, því að Kristur hinn sanni leiðbeinandi og leiðtogi. Margir segjast vera leiðtogar og leiðbeinendur, en sumir eru bara falskennendur. Miður höfum við líka komist að raunum að það hefur
leynst inn á milli. En við stöldurum ekki við það. Við horfum af þessu og á Krist því að við getum það. Því að trúin í okkur, hún leiðbeinir okkur alltaf þangað sem að við eigum að beina sjónum okkar að. Og þá stendur eitt nafn eftir eins og alltaf áður og þú veist hvaða nafn þetta er. Það er Jesús. Við höfum mynd af þessu á minnst einum stað. Við munum eftir þegar Kristur fór með einhverja 2-3 af sínu lærisveinum með sér upp á fjall og þar ummyndaðist hann. Ég hygg að þeir hafi séð, það skiptir nú ekki, ok, ég hygg að þeir hafi séð Krist eins og hann er þegar hann ummyndaðist. Kannski sáu þeir allt annað andlit og allt, ég veit það ekki, en hann allavega, ég hygg að þeir hafi séð hann eins og hann er núna. Og hverju voru með honum? Jú, miklir ágætismenn, Móse og Elía. Og Pétur snöggur til svars eins og endara nær. Gott er að við erum hér, sagði hann við Krist. Og við reisum bara Móse og Elía sitt hvora tjaldbúðinu, þetta er ekki neitt mál. Þetta er svona vandræða ástand sem að grípur okkur stundum og við veitum ekkert hvað er í gangi og við bara segjum einhvað. Við ætlum að bjarga okkur fyrir horn því að þetta er allt svo vandræðalegt sem við erum í. Þá kom rödd. Þá kom yfir á ský og rödd úr skýinni. Þessi er minn elskaði sonar, hlýðið á hann. Og skýið fór og hvað sáu þeir? Það sem við erum að tala um hér, Krist einan, hinu voru farnir. Þetta er rosalega magnaður boðskapur, minn kæri vinur, svo magnaður að hann verður margra kennslustunda. Og þetta sem að þeir sáu og þetta sem þeir heyrðu af vörum lifandi Guðs er kjarni kristinnar trúar. Hann gaf þeim óræk merki hver hann væri og hvað þeir ættu að segja og hvað þeir ættu að tala um. Kristur. Af hverju? Við vitum, svo líka það, við vitum að gamli sáttmáli úreldist með nýja sáttmála og hver er rauði þráðurinn í gegnum nýja sáttmála? Boðskapur Jesú Krist. Móse og Elía voru í forsvari má segja á vissan hátt gamla sáttmála. Hann birtist þeim þarna, allavega Móse. Og Elía líka, ég minna Móse var kannski svona myndin af gamla sáttmála fyrir Ísraels menn. Hann var þarna með og kannski hefur Elía líka spilað þar stórt hlutverk. Men þeir báðir sem sagt hverfa þegar skýið farið og eftir stendur hann sem við erum hér að tala um, lifandi upprisinn Jesús Kristur. Er þetta ekki merkilegt? Jú, vegna þess að Drottinn er að draga upp fyrir okkur mynd alveg skýra og núna skiljum við betur hvers vegna Kristur segir að hann sé einn og það sé verk að trúa á hann. Trúið á mig, segir Drottinn. Isma, þetta er ekki neitt. Hún lítur mál að trúa á hann, segjum við. Við erum stundum mjög kókrust fólk. En ég segi þér, og þú veist það jafnvel og ég,
Það getur verið alveg hellingsvinna, minn kæri vinur, að trúa. Það var á þennan Krist, ekkert mál. Það getur verið hellingsvinna, minn kæri. Þetta er auðvitað mynda því líka og árétting, ekki leika þér með þetta. Taktu þetta og gerðu þetta í fullri alvöru sem þú ert að gera. Það er það sem Drottinn vill að þú gerir. Alls konar flottar myndir sem við getum verið að draga upp úr orði Guðs sem skýra og skerpa það sem við þurfum að vita. Verkin okkar, þau þurfa fyrst og fremst að miðast við það að trúin okkar á Krist sé til staðar. Við erum með það allt saman í topplagi. Og með það í topplagi fer auðvitað margt að gerast út frá þessum punktum undir það. Að því að trúin, eitt lykil hlutverka trúarinnar, er að láta það vaksa í mér sem fær mig til þess að sjá þetta með augum lifandi Guðs. Og hvað er það? Kærleikur. Sami kærleikur og Kristur átti þegar allt fólki kom til hans og hann horfði yfir þetta blessaða fólk og sá umkomulaust fólk sem var án hirðis. Þetta sá hann. Og þetta hefði hann aldrei getað séð nema með augum kærleikans. Aldrei. Því að svona sýn og svona hugsanir koma ekki nema af kærleikanum í verki. Þú eykur kærleikaðinn, minn kæri vinur og ég líka, til að trúin fær að vaksa. Þá kemur það af sjálfu sér. Núna sjáum við enn betur þessi orð og skiljum, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis. Svo kemur hitt, þá mun yður veitast allt þetta að auki. Sem sagt, kærleikurinn vex og þú sérð hópa fólki, fáa marga, sem umkomulaust fólk og þú ert ekkert að búa neitt til. Þú sérð þetta bara og þú veist að þetta er svona. Þannig að við sjáum hvaða er sem við þurfum að rækta til að hitt komi með. Ég lofa þér því að það sem Kristur var að horfa á og draga ályktanir af var ekki sprottið af meðvirkni. Nei, hann bara sá þetta eins og þetta er. Meðvirkni er annað. Því miður þá hefur þessi andstyggð sem að ég kalla meðvirkni oft á sér mynd kærleikans. En hún er háski. Veistu af hverju? Að því í hennar eðli er að viðhalda því í fólki sem það ætti að gera allt til að losa sig við. Og þarna eru við komnir að vandamáli sem kannski mátti sjá afleiðingarnar af í þessum hóp sem Kristur var að horfa á sem þetta umkomulausa fólk. Í raun, það vissi hvert á ég að fara, af hverju er ég hérna og svo framvegis. Þetta er ég og þú sem erum að byggja upp í okkur alls konar kenndir, fýsnir og hugsanir sem uppstaðið er bara þetta tré, hei og hálmur sem orðið talar og hjarta getur fyllst af.
Hinn sönnu verðmæti er það sem að Kristur sá með sínum augum, umkomulaust fólk, og hann kenndi í brjóstum um þetta fólk í kærleika sínum, að því hann sá hvernig því leið í raun og veru. Og þetta er hann að gefa okkur líka, og vill að við sjáum og skynjum og skiljum. Þess vegna segja hann það, leiti ríkis míns og réttlætist fyrst, og það er verk að trúa á mig. Við erum að tala hér minn kæri vinur, grunnatriði trúarvorar, og ekkert minna heldur en það. Hvernig gengur okkur að rækta þetta með okkur? Ég veit það ekki. Ef ég miða við sjálfa mig, sem ég get ekkert miða neitt nema við sjálfa mig, þá hefur mér gengið þetta alla vega. Bæði vel og illa, já líka vel, en stundum ekkert vel. Mér skilst að kindahópur, sem að einhvern veginn er það alltaf einhver ein kind sem að leiðir aðra kindur, en ef það hafi ekki þessa leiðsögn, þá ert þú að sjá alveg skelfingu og hellinga af svona einhverju öngþveiti. Það vita ekki hvert það er að fara. Þetta hef ég heyrt, ég man nú ekki hvort ég hef einhvern að sé þetta, en þetta hef ég heyrt og ég trúi því að þetta sé svona. Hann gefur okkur mynd af fénu, skepnunni, hann miðar og setur það á okkur. Við þurfum leiðtoga, og hver veit þetta ekki. Þar sem að verkstjórinn er ekki til staðar, hann getur náttúrulega alveg gerst hjá verkstjóri svo öllum öðrum að hann einhvern dag mæti seinastur í hópinn til vinnu sinnar. Þeir blessaði kallarnir eins og ég og þú getur líka sofið yfir sig. Hvað gerist? Þegar hann kemur, þá er svona 99% öruggt að menn sitja bara í kaffistakúrnum og er að bíða eftir sínu verkstjóra eftir því að hann bara seti þá í verk. Svona er maðurinn. Hann þarf leiðsögn, hann þarf leiðtoga. Það var þetta sem Kristur var að horfa á í þessu umkomulausa fólki. Ætli þessi ágæti verkstjóri hafi ekki bara séð hóp af umkomulausu fólki, ég hugsa það. Af hverju er ekki byrjað að vinna? Þú varst ekki komin með það. Þetta er ég og þú. Það við sjáum alveg hver við getum staðsett okkur í þessari sögu Krist sem að allt þetta fólk kom til og hann sá hóp af umkomulausu fólki. Bara ég og þú þegar við erum í okkar óvissu ástandi. Og þú veist að þetta er svona. Og þetta er nákvæmlega ekkert öðruvísi. Og hver er áréttingin og undirstrikun eftir svona frásögur? Dagleg ástöndun við orð lifandi Guðs. Það er það sem það er að segja. Við byrjum á að tala svignandi þögn. Og við veitum alveg að svignandi þögn koma af svona líklega leti viðkomandi. En það sem að dugnaðurinn er, og menn vita upp og niður hvað er í gangi, þá gerist ekkert slíkt.
Sama gildir trúna. Þannig að við, ég og þú, við ætlum bara ekkert að láta hana neitt slugsast niður hjá okkur. Akkur það er of mikið í húfi. Nei, við ætlum að vaxa, láta hvern dag hafa sína þjáningu og vita hvað þurfa að vera efst í okkar hjarta. Leitið fyrst ríkis og réttlætis, leitið míns ríkis og réttlætis fyrst. Hvað segir svo? Þá munuður veitast allt þetta að auki. Þannig að við höfum þetta allt í orði Guðs. Eftir stendur hvað ég vil gera. Og við sem að hvetjum og gefum okkur út fyrir að vera þetta hvetjandi fólk, getum ekki annað, minn kæri vinur, en tala á þessum nótum sem við hér erum að tala í Jesú nafni. Segir þessu lokið og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.